6 mínútum síðar fengu FH-ingar sitt færi í fyrri hálfleik. Ísudín Dervits að þetta skot eftir hornspyrnu og Eiríkur Þorvarðarson, markvörður Breiðabliks, ver vel. Og þarna Þórhallur Víkingsson, sendi boltan fyrir og Björn Jónsson á hörkuskallar. Boltinn berst áfram inn í teginn, það hörð barátta og svo kemur skot sem Eiríkur ver og aftur skot og það gerðu þeir einmitt lengi framan af. Hér Hörður Magnússon, markahrókur FH-inga og fast skot hans og enn eru FH-ingar að. Björn Jónsson, Eiríkur slær boltan út og Guðmundur Valur með skalla og Hörður ekki fjarri og Andri, en Breiðabliksmenn sleppa með skrekki. Og Eiríkur upp, en Sigurður Björgvinsson hársbreitt frá því að setja boltan í markið. Hann var einfaldlega á og frábær sending frá Rúnar inn á Pétur og Pétur með skot, en Eiríkur verst þessu og þeir leika út úr þessu blikarnir og senda síðan boltan á val hér. En það Rúnar Kristinsson sem skorar stórglæsilegt mark. Rúnar Kristinsson skorar hér fyrsta mark leiksins og Eiríkur Þorvarðarson er dapur í bragði. 1-0 fyrir KR þegar 28 mínútur eru liðnar af þessu leik. Hreint einstaklega lagleg aukaspyrna, alveg út við stöng og við sjáum þetta betur hér að Rúnar lagði boltan alveg upp við stöngina, stórglæsilegt mark. Svona frýr vinstra bein og hann er sloppinn hér í gegn og er í dauðafæri eða hvað? Nei, Eiríkur Þorvarðarson með frábær tilþrif þarna í markinu, eldsnöggur út úr markinu. Glöggt að skoða má sjá að Eyjamenn hafa vindinn í bakið. Það var óvenju napurt júlíkvöld í Vestmannaeyjum en þessi leikur fór fram. En Eyjamenn gáfust ekki upp og blikarnir urðu kannski full ákafir í vörnina án árangurs þó því hér kemur svo Hlynur Stefánsson, stjórnandi sóknaraðgerða Eyjamanna nánast í hver skipti og hann fær þessa glæsilegu sendingu frá Arnljóti Davíðssyni, sendi boltan fyrir og Leifur Geir Hafsteinsson skorar 4. mark sitt í sumar með glæsilegu skalla. Aðdragandi þessa marks er með miklum ágætum. Sjáum þessa sendingu Arnljóts Davíðssonar. Hlynur tekur boltan með sér, sendir hann svo að hárréttan stað á milli tveggja manna sem að hann að sækja og nákvæmlega. Við sjáum Ingólf Ingólfsson með lótt hvert stórleikinn á fætur öðrum fyrir Stjörnuna. Sendi fyrir markið. Þar kemur Valdimar Kristófersson og skallar af öryggi í netið. Frábær sending hjá Ingólfi. Hér er það aftur Valdimar sem skorar. Tryggir Stjörnunni sigur á Breiðabliki 2-0. Já, ágætu marki. Blikar voru að vísu ósáttir við markið. Þetta meina að rangstöð hefur verið að ræða en markið stendur. Sigur Stjörnunnar staðreynd og fyrsta tap Breiðabliks á Sandgerðisvellinum í Kópavogi. Áhorfendur fá sjálfdæmi þetta, en hér Vosniak og hér fellur einn blika í teignum og Einar virtist ætla að sparka út í innkast. Svo langt var spyrnan ekki og Víkingar fengu þetta hættulega marktækifæri fyrir vikið. Það er Guðmundur Steinsson sem hér skallar rétt. Það er Árni Hermannsson sem hér skorar fyrsta. Og hér eru þeir komnir 11 mínútur fyrir leikslokk. Þrumuskot hjá Pavel Vandas og hann kemur heimamönnum yfir 2-1. Rauðklæddu. Hér er fyrsta færi Valsmann en Eiríkur Þorvarðarson kemur vel út á markinu. Gunnlaugur Einarsson var svo ekki langt frá því að skora með þessu þrumuskoti hér. Og Jón Gretar hafði ekki hefnina með sér þegar hann fylgdi á eftir. Og enn sækja Valsmenn. Steinar Adolfsson skallar á Þór Boðarsson. En skot hans yfir. En loks kom fyrsta markið og það eftir laglega sókn Valsmanna. Magni Blöndal sendir hér inn á
Steinar Adolfsson sem lyftir boltanum yfir Eirík. En Þórður B. Bogason kemur og stelur markinu. Ítir boltanum yfir línuna. Og líklega ekki hugmyndi hjá Þórði að stela markinu, hann hefur líklega bara viljað tryggja að boltinn færi yfir línuna og markið skrifast í á hann. Hér það Gunnlaugur aftur og Jón Greta. Staðan var 1-0 í hálfleik en snemma í síðari hálfleik kom annað mark Valsmanna. Gunnlaugur Einarsson fær sendingu fyrir. Virðist alltaf gefa boltann en lyftir honum þessi stað yfir